komið sæl, sunnudagur og þá koma Synir Egils á slaginu 12:40. Hér á eftir kemur til mín Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og ætlum að ræða saman stöðu mála. En á vettvangi dagsins eru hjá mér Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttamaður eða fréttakona hjá Sýn. Og svo rétt ókomin í hús Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem formaður Vinstri grænna sem mældust allt innu bara með mann inn í þessa þjóðarbúsi. Hún hlýtur að vera ánægð með það. En byrjum við eitthvað. Byrjum á þessu. Það eru kosningar eftir hálfa mánuð. Og það verið stefna í svona hörkubaráttu í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði, allan þessu stóru sveitafélögum í kringum okkur. Er ekki samanlega því? Það er spenna í þessu. Akureyri líka? Það virðist þér að Akureyri líka? Já. Það er svona verið að mæla á þarna, þannig að það er svona best að lesa náttúrulega í þau sveitafélög þar sem að er verið að mæla og skoða hvernig fylgi er að breytast. Ég sá núna að samfylkingin er víða orðin stærst, kannski ekkert endilega eins og í Hafnarfirði með sama fylgi eins og í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Hún mældist hjá okkur núna eitthvað, hún var allavega stærsti flokkurinn í Hafnarfirði með minni með 24%, 29% í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Samfylkingun er líka að ganga ágætlega í Kópavogi, en hins vegar sjáum við alveg að hún á vöku að verjast í Reykjavík. Og það er svona áhugavert líka með skoðanakannanir. Er það þannig? Sérðu, hún á ekki að vera stærri sjálfstæðisflokkurinn. Hún hefur náttúrulega ekki verið það í Reykjavík. Nei. Sjálfstæðisflokkurinn er í svona klemmu við það. Já, það virðist vera samt einhver munur á milli kannana allavega í Gallup-könnun. Þá er sjálfstæðisflokkurinn með 28% í Reykjavík, en í maskínukönnun þá er þetta ekki allavega annar stærsti flokkurinn ef ég man það rétt. Þetta er eitthvað svona mismunandi milli kannana. Þetta verður mjög áhugavert á lokasprettinum og margir sem segja 2 vikur til kosninga og nú þurfi fjörið að færast í leikinn, því þetta er svolítið rólegt. Já, þetta er stöðu baráttan milli þessara tveggja stærstu flokka er mikil og víða bara mjög áberandi. Mjög svo. Og svo sjáum við stöðu líka Framsóknarflokksins, hann er að tapa virðist víða nema í Hafnarfirði, þar sem að hann er að sækja sig í veðrið, þar mældi þetta með 15% samkvæmt síðustu maskínukönnun hjá okkur á Sýn. Já, Valdimar Víðisson en hrikaleg niðurstaða í Reykjavík, bara einn maður inni 3 síðast. Þannig að þetta... Nei, 4 síðast hjá Framsókn. Já, voruð 4 í borginni síðast, já, hvort er meðan. Já, ég heyra Berghildur er miklu betur að sér í þessum tölum að ég veit það og ég bara ber mikla virðingu fyrir því. Ég var maður það er svona, ég er náttúrulega íbúð í Reykjavík og ég hef bara eins og það er bara verið að mæla í þessum stærstu sveitafélögum en maður sér eins og í Reykjavík þá eru bæði sjálfstæðisflokkur og samfylking að bæta við sig frá kosningum en það eru rosa sviptingar af því að miðflokkurinn er að koma dálítið sterkur inn, Framsókn að dala svona, Viðreisn er að styrkja stöðu sína og svo er náttúrulega vinstrið. Vinstri fyrir eitthvað. Já, þar er alvöru fjör í gangi og sósíalistaflokkurinn samt að ná ágætis árangri, það lítur út fyrir að þeir eru svona morgunum geta náðinn mannesku. Já, en þetta er svona svolítið breytingar að verða þarna og bara mjög spennandi að sjá hvað. En ég er alveg sammála því, þetta hefur farið hægt á stað. Ég verða að segja, ég er hálf fegin. Mér finnst það fínt, það er gott að svona bara dembi maður sér í þetta. Mér finnst fjölmiðlar hafa staðið sér vel í umfjöllun kosningarnar, að því þetta eru þetta. Ég meina, þetta eru svona, þetta er að minnstakosti 50 sveitafélög. 61 held ég. Já, þau eru held ég 61 eða 2 heldina, svo er eitthvað staðar eins og í einhverjum
það sem er sjálfkjörið. Einhvers staðar er bara sjálfkjörið og svo er til þessi Snæfellsbæ, sko. Bara, sko, 2000 manna byggðarlagi, eða meira. Já. Að það er bara, kemur bara listi Sjálfstæðisflokksins. Já. Þetta er alveg ótrúlegt í svona stóru sveitarfélagi. Já, einmitt, sko. Alveg magnað, sko. Og svo er svo, sko, það sem er bara svona einstaklingskjör, þú veist, það er bara verið að, en ég segi þannig að það er mikið mál að halda utanum þetta og auðvitað að fá stærstu sveitarfélögin mesta athygli, en mér hefur þótt það frábært að það er líka, sko, ég hef ekki verið eitthvað svona kerfisbundið að hlusta á þessa þætti, en svona aðeins reynd að leggja mig fram og svo hef ég dottið inn í umræður og ég datt inn í eitthvað í Borgarbyggð og mér finnst það bara mjög áhugavert að heyra, hvað er brennur á íbúum þar, bara, þó að ég sé að sjálfsögðu ekki að fara að greiða atkvæði þar, þá fannst mér það sem bara almennum borgara mjög upplýsandi og okkur sem hefur verið svona nálægt stjórnmálum lengi og svona, þá er þetta alltaf skemmtilegt. Þetta er þetta skemmtilegt að sjá áherslurnar. Ég fór í Fjallabyggð í fyrsta skipti fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og það var rosa gaman að koma þangað, það er náttúrulega Ólafsfjörður og Siglufjörður fyrir þá sem ekki vita. Ekkert allir sem vita það. Nei. Og þar eru 3 listar og það er greinilegt að atvinnumálin eru risastórt mál þar. Það er náttúrulega sjávarútvegurinn sem var svo ábyrjandi þar á sínu tíma. Hann er lítill sem enginn sögðu mér. Já, rættum við íbúa Ólafsfirði sögðu að þetta væri alveg sorglegt ástand hvað það var þar. Það veri einn togari sem landaði á Siglufirði. Þetta er þarna Svo sameinuðust þeir, sko. Já, sameinuðust þarna hvað var það? Ísfélaginu. Þannig að það er sorglegt að sjá það, þannig að þessi sveitafélög sem eru umleikin sjó byggja í raun og veru sitt á sjávarútvegi, að það virðist vera svona meira og minna lítið að gera í því. Auðvitað eru nýsköpunar fyrirtæki þar eins og þannig að Sítokér sem er greiðlega mikilvægt á Siglufirði. Já. En samt það var svona þessi atvinnumál og þá er það ferðaþjónustan sem að þessi sveitafélög eru að horfa mikið til og byggja hana upp. Þá til dæmis komið nýtt hótel á Ólafsfirði, alveg glæsilegt, sem athafnamaður Árni Helgason minni með hann heiti og fjölskyldan hans byggði á Ólafsfirði, er að fá ferðamenn þangað. Og svo er alveg geggjað mikið verið að gera í svona vetraríþróttum og vetraferðamennsku. Það voru mjög vel stæðir ferðamenn þegar ég var þarna. Þeir voru að fara með þyrlu upp á fjallstoppana og skíða niður. Hugsið ykkur, sko, en þetta náttúrulega getur ekkert hinn venjulegi almúgi. Ég veit að það er lúxushótel í Fljótunum sem er löst, sko. Við höfum ekkert aðganga þess endilega, en frábær nýbreytni. Já, það getur ekki dúttið. Já, þú ert ekki mikið að fara á skíði úr þyrlu. Nei, ekki úr þyrlu, en vá hvað þetta leit vel út. Þau skíðuðu þarna bara niður, bara rosalega fjallstoppa. Það var náttúrulega geggja viður á Siglufirði og heimamenn sem ég talaði við sögðu mér það þegar ég kom, það væri alltaf svona viður þarna. Eigum við ekki bara að trúa því? Jú. Nema kannski í mars, sagði nú hérna til bæjarstjóri, Þórir Hákonarson. Já, hver er það, segir þú? Hann heiti Þórir Hákonarson, var hann ekki framkvæmdastjóri hjá KSÍ á sín tíma. Þórir Hákonarson. Búinn að vera þannig rúmt að. Já. Það eru búin að vera 10 bæjarstjóraskipti, 15 á einhverjum, ekki svo mörgum árum. Mikla breytingar alltaf með bæjarstjóruna, þannig að... Þetta er ef ég fer norður, sem ég ger náttúrulega af og til, þá fer ég alltaf út í Siglufjörð. Já, svolítið gaman að koma þangað. Já, þetta er frábært svæði. En Siglufjörður er náttúrulega svolítið einstakur. Þetta er svona, náttúrulega þessi saga og hvernig þeim hefur líka bara varðveislan og síldaminjasafninu sem að gefa manni líka betri tilfinningu fyrir sögunni og mér fannst svo merkilegt að ég kom þarna í gegnum Héðinsfjarðargöng og ég meina það var útflutningur Íslands 3/3 af útflutningi Íslands svona á fyrri hluta 20. aldar var frá Siglufirði en það var sko lungan úr árinu var ekki færtangan nema til hafs sko, með bát eða skipi þannig að það var svona og þarna var í raun og veru svona lítil heimsborg sem malaði gull. Þegar ég var á togara frá Akureyri þá kom fyrir allan að 2 svar ef ekki 3 svar að við löndum á Siglufirði og þá var þetta svona það var gjörsamlega ófært
og við komumst náttúrulega siglandi, en það var alveg vonlaust að komast á bíl út úr Siglufirði. Já. Það bara ekki tala það. Og það kemur fyrir núna að þegar eru í verstu vetrar. Þau eru svo fín. Já, reyndar. En í verstu vetrarhörkunum þá veit ég að það getur komið fyrir. Já. Svo vilja þeir tvenn göng, þeir vilja bæði fljótagöngin og brekkun eða ný múlagöng. Og múlagöngin eru náttúrulega vandræðarleg, af því að þau voru gerð áður en að Héðinsfjarðargöng kom og þegar ég var einmitt í þessari ferð minni, þegar ég hafði ekki komið eftir, eða ég hafði bara aldrei áður komið á Siglufjörð, þá erum við að koma eftir að Héðinsfjarðargöngin eru komin og þetta var í aðdraganda verslunarmannahelgar og það var það þurfti að kalla út björgunarsveiti til að stjórna umferð í múlagöngum því það hafði orðið umferðateppa og þurfti að heilmikið mála rekjur henni. Þannig að göngin náttúrulega hefðu þau verið beygð vitandi af síðan Héðinsfjarðargöngum, þá hefðu þau örugglega orðið tvöföld. Já, ég trúi því þegar mikil umferð að þá geti verið svona smá stappa. En ég er ekki viss að það sé oft á ári sem að reynir á það. Ekki oft. En sonur minn og hans fjölskylda sem ferðast allsvert svona og fara alltaf í sund og ég man eftir því að þau heldu sundlegin í Ólafsfirði alveg sérstaklega. Já, hún er frábær. Já, ég vil gefa svo fræg að fara þangað. En hérna, við erum það er bara 13 dagar í kosningar sem víða er mjög spennandi og ég reikna nú með að þú sétt búin að gera pöðin. Já. Það er svo þægilegt. Það er búin að ákveða ekkert fyrir öll. Já, vera bara þurfa aldrei að hafa áhyggjur að þessu. Nei, ég meina ég bara, þú veist. Já. Já, ég get ekki leynt á mér heimildir en ég meina ég gagnrýni líka flokkinn menn það. Heyrðu, en hérna, það eru ekkit góð tíðindi til þess að efnahagsmálunum. Nei. Hvað segir hagfræðingurinn um það? Nei, ég meina þetta er áhyggjuefni. Við erum náttúrulega bara í þrálatri verðbólgu og það sem við höfum kannski séð líka á undanförnum, við erum í þrálátri verðbólgu, síðan erum við að koma svona inn í, það er svona aðeins að þrengja bæði bara út af náttúrulegri hafsveiflu en líka út af aðgerðum Seðlabanka sem ætluðu sér náttúrulega að hægja á hagkerfinu og svo erum við að lenda náttúrulega í þessari verðbólgu sem fylgir stríðsátökunum, árás Ísrael og Bandaríkjanna og Ísraelin í Íran og þannig að það er, en og við erum yfir 5 ár búin að vera með háa verðbólgu og háa vexti og það er búið, það voru gerðir hóflegi kjarasamningar til þess að reyna að halda aftur að þessu og ég verð að segja að því ég starfa náttúrulega fyrir verkalýðshreyfinguna, fyrir BSRB að það er mjög mikið bent á launin, við höfum bent á það voru mjög, markaðurinn í heild sinni sameinaðist ákveðnar hækkanir. Svo voru gerða leiðréttingar á launum kennara og það eru læknasamningarnir og kennarasamningarnir sem eru svona valda þessari meiri hækkun en almennt séð eru hækkanirnir bara svona í takt við það sem sami var og það er ekki verið að benda á að það eru fyrirtæki sem setja verð sem verðleggja vörur og þjónustu og stærstu útgjaldaliðir heimilana eru húsnæði, matvara og samgöngur og það eru fákeppnisfyrirtæki sem stjórna húsnæðislánamarkanum, maturumarkanum og olíumarkanum og þau bara velta öllum kostnaði út í verðlag en það er ekki mikill vilji til að líta til þeirra. Sveitarfélög og ríkið er að hækka gjöld, við erum að taka 1 kílómetragjaldið sem kemur á óheppilegum tíma. Það er verið að hækka hitaveitu og rafmagnsreikninga að því að sveitarfélögin er að taka út arð úr fyrirtækjunum en þurfa að fara inn í fjárfestingar og þá eru það notendurnir sem borga það. Það er ekki verið að benda á þetta en þetta er bein afleiðing af skattalækkunum síðastliðin áratug sem ekki hafa verið fjármagnaðar þannig að tekjur hins opinbera er að dragast saman sem hlutfalla landsframleiðslu og þá erum við að hverfa frá samtryggingunni meira og meira og þú bara sem einstaklingur borgar þá meira fyrir þá þjónustu sem þú þarft og svo er náttúrulega
kannski erum við alltaf með húsnæðisliðin þarna undirliggjandi og mér langar að segja því að ASÍ og BSRB hafa verið sameiginlega oft í húsnæðismálunum. Við eigum saman Bjarg sem stærsta félagið innan almenna íbúðakerfisins og við tókum saman greiningu núna fyrir kosningarnar til þess að reyna að fá fólk til að tala eitthvað aðeins annað en bara samgöngur og það, sko, ef þið hugsið ykkur aldamótin síðustu voru 7.000 íbúðir í verkamannabústaðakerfinu. Fyrir láglauna fólk á vinnumarkaði. Það voru 7.000 íbúðir. Í dag sambærilegar íbúðir 1.000. En þjóðinni hefur fjölgað 115.000 manns. Og það segir sig sjálft að það hefur ekki verið byggt nóg. Það allt of mikið af fólki sem býr í hefur ekki húsnæðisöryggi og svo verið að reyna að hemja þennan markað með vaxtatækinu og þrengja skilyrði til lántöku og slíkt. Það hefur tekist ágætlega að kæla niður markaðinn en undirliggjandi þrýstingur sá sami og við sjáum að húsnæðisliðurinn ekkert að gefa eftir af alvöru. Af því það vantar húsnæði og það vantar húsnæði fyrir rétta tegund. En svo þarna, eins og þú lýsir þarna, það voru gerðir hóflegir kjarasamningar síðast, þar sem að bæði atvinnulífið og svo launafólk sömdu hóflegar launahækkanir og það myndi allir halda að sér höndum. En svo virðist koma í ljós að húsnæðisliðurinn, rafmagn, heitt vatn, matvara að hækka umfram verðbólgu. Þannig að eitthvað að klikka þarna þegar kemur að þessum samningun sem voru gerðir og auðvitað skilur maður reiði fólks í stéttarfélögum þegar það sér þessar hækkanir en eins og þú lýsir líka þá hefur komið fram til dæmis hjá Seðlabankanum að það hafi orðið of mikla launahækkanir sem hreinlega bara hið opinbera ráði illa við og þá hlýtur að vera því ég hef stundum spurt hvar innan til dæmis ríkisgeirans eru þessar of miklu launahækkanir? Mér finnst ég ekki að fengja alveg nægilega skýr svör. En hins vegar eins og þú segir, það náttúrulega voru miklar hækkanir hjá kennurum og hluta heilbrigðisstarfsfólks og svo núna í ársreikningum til dæmis sveitarfélagi eins og Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, Kvortasi, Seltjarnarnes líka, þá eru neikvæð, að koma neikvæðari afkoma heldur en í fyrra og þá til dæmis talað að þetta sé vegna launaliðar, vegna hærri lífeyrisskuldbindinga. Þannig að maður velti fyrir sér hvernig, af því að það alltaf verið að tala þetta höfrungahlaup sem geti komið þá, ef að allt fyrir bál og brand þarna í lok ágúst á sama tíma og atkvæðagreiðslan ESB þetta svolítið kannski en mér finnst næstum því móðgandi þessi Já, afsaki bara, ég bara að beðast afsökunar koma þess og sent inn í þáttin en bara kemur í mjög áhugaverðar samræður hér góðra kvenna. En Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður Vinstri grænna. Já, takk. Ég langar aðeins að taka upp þráðin þar sem að Sigríður Ingibjörg sleppti húsnæðisliðin og ég fagna því mjög að ASÍ og BSRB hafi einmitt komið fram með þessa greiningu á húsnæðismarkaðinum núna rétt fyrir sveitarstjórnarkosningarnar vegna þess að þær skipta líka mjög miklu máli inn í kosningarnar vegna þess að þá sjáum við líka hvaða sveitarfélög það eru sem hafa staðið við rammasamninga við verkalýðshreyfinguna uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis og við sjáum það til að mynda í Kópavogi þar sem að 414 íbúar í Kópavogi á biðlista eftir öruggu og viðráðanlegu húsnæði í gegnum Bjarg, í gegnum þessa leið en á sama tíma þá hefur meirihlutinn í Kópavogi ákveðið að rifta þessu samkomulagi. Það að segja ákveðnar lóðir sem voru ákvarðaðar fyrir þetta fyrirkomulag og mér finnst þetta að vera risastórt mál. Þetta stórmál fyrir þá sem að þeir 100 Kópavogsbúar sem að bíða eftir öruggara og viðráðanlegra húsnæði. Við sjáum þetta líka í Hafnarfirði, þó svo að Hafnarfjörður hafi staðið sig betur heldur en Kópavogur í því að uppfylla þessa samkomulag við verkalýðshreyfinguna í gegnum Bjarg, en það eru samt 300 manns á biðlista. Þannig að þetta er svona birtingarmyndin á því að þó að þetta fólk sé í einhvers konar húsnæði, þá er það samt að bíða eftir öruggara og lægra og viðráðanlegra húsnæði og þetta skiptir gríðarlega miklu máli inn í auðvitað kjör fólks algjörlega. Ég meina þetta bara eru 20.000 ef ekki 100.000 á mánuði sem að skiptir máli útgjöldum heimila
fyrir utan bara öryggi sem skapast. Þetta geta verið numið sko 30, 40, 50.000 krónum og alveg upp í 70-80.000. Já, og fyrir utan bara öryggið, sko, vera bara í húsnæði sem að bara... Já, því að hugtaki húsnæðisöryggi ekki smart hugtak, eða þú veist svona, já, húsnæðisöryggi, þú veist, þú kannski, en það bara veistu, áttu heimili þar sem er bara þitt heimili og þú getur gert það sem þú vilt við, áttu heimili þar sem að börnin geta búið milli ára og þurfi ekki að fara á milli skóla, og þetta, við vorum með myndbönd þar sem voru viðtöl við 2 konur sem að búa þarna með börnunum sínum inn í Bjargi, þú veist, þetta líka forsenda þess, þú veist, get ég farið að læra eitthvað meira, þú veist, get ég nota tíma minn sem að annars fór í stressi við því að sko bæða þurfa að vinna meira því að leigan var svo óviðráðanleg og líka bara sko hið óhólega stress sem fylgir því að veit ekki hvar þú eigir að búa eftir 2-3 mánuði. Þannig að þetta sko, þetta svo mikið grundvall, þetta grundvöllu velferðar og það kannski það með húsnæðismálin sem svolítið sko alvarlegt að stjórnmálin hafi ekki tekið þetta fastari tökum þó að ýmislegt hafi verið gert eins og að hálfu ríkisins að þau eru svo stórt velferðamál og stórt efnahagsmál. Það virðist vera þrátt fyrir þéttingu byggðar til dæmis í Reykjavík og við sjáum hér hvert háhýsið hafa risið á síðustu árum þá er þetta orðið svo dýrt. Og við sjáum sko, ef við erum að tala ungu kynslóðina, hún hreinlega bara kemst ekki hluti hennar inn á húsnæðismarkaðinn. Það þarf að safna svo miklu eiginfé í dag, það eru miklar eiginfjárkröfur hjá bönkunum, það eru líka gríðarlega há greiðslubyrði og stór hluti ráðstöfunartekna sem fer þá í afborgun af húsnæðislánum og mér finnst sko ég man á einhverjum tímapunkti, fyrir einhverja kosninga þá að tala að nú er þetta allt breytt. Nú myndi unga fólki bara vilja og flakka á milli munið eftir þessar umræðu. Þetta hefur nú aldrei snarsnúist aftur og fólk tala fyrst og fremst húsnæðisöryggi að þurfi ekki að vera endalaust að flytja með börn á milli hverfa og þess áttar en það virðist hins vegar ekkert hafi verið sko lögnin áhersla á hvað viljum við ekki fylgjast aðeins betur með þessari verðþróun, hvað veldur þessari miklu hækkun húsnæðisverðs og núna er til dæmis talað að það sé jafnvel meira framboð en eftirspurna er allavega allir að halda að sér höndum, virðist vera meira og minna á húsnæðismarkaði, af hverju allir það sé. Það er ekki endalega því að eftirspurnin hefur minnkað, alls ekki. Það fylgta ungu fólki sem býr heima á sér. Það hefur bara ekki efni á því að kaupa sér húsnæði og þetta finnst mér að ætti líka vera stóra málið fyrir kosningarna núna. Hvernig getur samfélagið einhvern veginn aðeins undið ofan af þessum miklu hækkunum? Við erum orðin erum við ekki dýrari heldur en margar norræna borgir sem við berum okkur saman við? Jú, og svo líka náttúrulega eru milljónaborgir sem hafa tekið til ákveðna hluta eins og bara bremsu og leiguþak og það eru stærri og fjölmennar íbúðir borgir heldur en Reykjavík og ég held að sé aðalmáli er að fólk hafi eitthvað val að fara í öruggt húsnæði sem er það viðráðanlegra, geti líka farið á leigumarkaði og þá sé það viðráðanlegur og sanngjarn leigumarkaður og það verður einhvern veginn að stíga inn í það líka að það með einhverjum hætti og eins og alltaf þá eru það auðvitað, við getum ekki látið bara markaðinn ráða þessu og við séum bara, þetta er bara vilda vestrið og svo sitju uppi með vandamálið og það er líka ákveðin, mér fannst það líka ákveðin það er svolítið, ég bara verð að segja, mér fannst það svolítið gott hjá Sönnu Magdalenu Mörtudóttur þegar hún var að tala að það er ákveðin forræðishyggja líka í því þegar markaðurinn vill hafa þetta bara þannig, vill hafa það að þannig að markaðurinn ráði og engin annar megi vera inn á markaðinu. Það er ákveðin svona forræðishyggja í því, raun og veru. Það er líka bara svo að einhver láti sér detta í huga að þú getur tryggt húsnæðisöryggi og látið markaðinn sjá það alfarið en náttúrulega bara það er bara einhver vírus sem fólk er með í höfðinu eða heldur að það sé mögulegt. Ég held að það hafi aldrei þegar hluti af því að byggja upp velferðarsamfélag er að vera með húsnæði sem hefur einhvers konar félagslega er byggt á félagslegum grunni fyrir þann hluta íbúana sem geta ekki fjárfest í húsnæði og það er
þetta var reynt, við reyndum þetta hér með niðurlagningu verkamannabústaðakerfisins og það mistókst hrapalega, það var fyrir séð, verkalýðshreyfingin mótmælti harðlega, Jóhanna Sigurðardóttir hélt lengstu ræðu sem haldin hefur verið á Alþingi Íslendinga til að mótmæla, en þetta var bara svo, þetta þótti, og ef manneski er illa stödd fjárhagslega og þarf á húsnæði að halda, þá lána ég henni bara meiri peninga. Það var hugmyndafræðin. Eins og það sko að skuldsetja sig enn meira ef þú tekjulega manneskja sé einhver lausn fyrir þig til lengri tíma. Þannig að sko við erum hér með markaðskerfi í húsnæðismálum sem ég held að allir séu nokkuð sammála að séu ágætt leið til að reka húsnæðismarkaðinn. En þú getur ekki, þú verður að vera með sterka félagslega stoð og sem hefur líka dempandi áhrif af restina marka. Það eru talið peningana í þessu, að þá hérna Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, það sagði sem hagnað Landsbankans næm 11 milljörðum rúmum á fyrsta fjórðungi, með 8 milljónir í fyrra, 8 milljarðar, þetta er allt milljarðar. Og sko, svo segir hún ekki rýrnum útlána jókst talsett og nam 1,6 milljörðum og ekki enn orðið vandamál, getur orðið það. Og svo segir hún í tilkynningu að verðbólgan hafi mótað afkomu þar sem hún hækkar höfuðstól verðtryggða lána og eykur vaxtatekjur bankans sem kom á hvaðan? Hátt vaxtateg, kæli efnahagslífið, einhver fasteignamarkað. Akkurat, þetta er einhvers konar hringavillsa. Já, einmitt, bara frist ykkur úti. Já. Þið get ekki borgað þetta? Nei. Og svo sá ég Arion banki er að hækka núna vexti á óverðtryggðum lánum, er að fara að bjóða þau aftur eftir þarna að dóminn. Eftir dóm þegar Neytendasamtökin fór í mál við það vegna lánakjara eða lána mér er bara sko í þessi fáu orðum hérna að það bara eins og manneska sé ekki til þarna sko. Það bara, og hérna ég ætla að segja ykkur líka að hérna við hrunið frægar, þá var ég með Sprengisand og Jón Danielsson hagfræðingur kom oft til mín, hann kom bara sjálfur frá London til að taka átt í bræðinni og hafði alltaf mikið að segja og hann sagði, það bara versta sem við gerum, það er að reka fólkið að heimann. Við verðum, sko, segjum að hérna, eitthvað ræður við að borga 25%, þá á lánveitandinn að borga hinn 75% og svo er þetta bara gert upp síðar. Við erum ekkert að pæla mikið í því. Það versta sem við gerum, svona félagslega, það er að rífa fjölskyldu upp og milli hverfa og krakkarnir og lausungir og allt sem kemur. Það bara má ekki gerast, en við gerum þetta samt. En það er náttúrulega verið að reyna að stíga inn í þetta með þessu óhagnaðardrifna húsnæðiskerfi sem að við erum svona smátt og smátt. Miklu seinna, en það er það sem er verið að reyna að gera með þessu samkomulagi við sveitafélögum all land. En það er auðvitað verið að reyna að rétta af ákveðna þróun eins og Sigríður Ingibjörg var að benda á. Ég meina það var bara lagt af þetta kerfi og það er verið að taka okkur 26 ára að koma okkur einhvern veginn að reyna að krafsa í bakkan. Svo lendum við náttúrulega þannig eftir efnaðarsunni, þá er brjálæðislega mikið af náttúrulega húsnæði sem var í byggingu eða seldist ekki og var svona, og svo voru sveitafélögin og höfuðborgarsvæðin að reyna að samstilla sig betur en okkur hefur, þú veist, og svo höfum við verið hér með mjög mikla fólksfjölgun en ekki sinnt innviða uppbyggingu til þess að mæta nýjum íbúum landsins. Þannig að það er sko, okkur hefur tekist mjög illa til sem samfélagi að stjórna húsnæðismálum. Ég vil samt segja sko, þetta er mjög víða sem að ríki eru með húsnæðisvandamál, en það er líka hluta þessari hugmyndafræði að við höfum horfið meira og meira frá samtryggingu og félagslegum stoðum í ýmsum mikilvægum velferðarkerfum og afleiðingin er svo að nú er þetta orðið efnahagsvandamál, þegar þú lækkar skatt og mikið, þegar þú hugar ekki nóg á húsnæðismálum, þá ertu komin inn í spíral, og að benda alltaf á launin sem, sko, laun hafa við ákveðnar aðstæður að sjálfsögðu áhrif á verð
verðbólgu. En við erum í miklu, þú veist, það er verið að það er einhvern veginn orðin mantra að segja, já, þetta er bara launin, nú þarf bara, sko, launahlutfallið er ekkert að breytast, launafólk er ekkert að fá meira út úr verðmætasköpunin en áður, veist, en hvað á... Er ekki kaupmáttur samt alltaf að aukast? Já, kaupmáttur... Einhverjar mælingar sem eru að sýna það? Já, kaupmáttur auðstöfunatekna hefur samt, sko, ekki aukist með sama hætti, af því þar inni eru vaxtagjöld og leiga og slíkt, þannig að það er, sko... Það er ekki verið að horfa á í raun og veru að það er ákveðin samfélagsgerð sem er að valda okkur efnahagslegum vanda. Og mér finnst líka að við má ef þú vilt ekki, við erum búin að vera í þenslu henni efnameiri á meðan að við fáum í könnunum okkar fyrir aðeldafélög ASÍ og BSRB að 30% launafólks eiga mjög erfitt með að ná endum saman. En við sjáum í samfélaginu kringum okkur að það hafa mjög sko stórir hópar verið í þenslu, en það er svona þetta er svona misskipting. Já, misskipting í þessu. Það er orðið svolítið sko sýnileg misskipting, svo lítið bara næstu því eins og fyrir hrun. Að mjög sýnileg misskipting við það. Það er eins og, ég veit ekki hvort að, en það er ekkert að segja sko, sumir komast með þyrlum upp á fjallstoppa. Auðvitað, og sá ég þannig að mestuleyti erlenda ferðamenn, en meðan að aðrir komast alla í fjalli. En mér finnst líka svolítið upplýsingaóreiði kringum þessa orðræðu sko launahækkanirnar og þessu höfrungahlaup, og það er oftast kemur náttúrulega þessar svona ásakanir raun og veru frá samtökum atvinnulífsins. Þetta sé allt launafólki að kenna, þetta sé allt laununum þeirra að kenna sem að býra alltaf þessa þenslu til. Þannig að og allt er einhvern, maður fær engar upplýsingar eða fólk bara, venjulegt fólk bara hugsa með sér, hver eru að hækka í launum, hver eru sökundólkunnir í þessu öllu saman. Þannig að það er minnst ómikil bara upplýsingaóreiði kringum og sama tíma er að borga milljarða í arð út, sérstaklega út úr fyrirtækjunum. Já, svo bara líka og fjármálastofnunum. Þeir ekki hluti af þenslu. Já, og svo er náttúrulega líka ákveðin launasetning efstu lagana, sko, mjög há. Menn fólk í efstu stöðum er líka með mjög há laun, margar milljónir. Og maður hugsa líka með sér, er þetta ekki ykkur ákveðin myndbirting á þessari spennu sem þú ert að lýsa? Og þessa sko efnahagslegu spennu þar sem að, þú veist. Og við erum svo lítið samfélag, við förum svo fljótt í samaburðin og þá kemur gremjan og reiðin. Og það versta sem gerist í samfélagi þegar að verður mikið misskipting. Það er bara félagsfræðilega sannað að fólk þarf að fá einhverja ávexti fyrir framlag sitt að sjálfsögðu, en í samfélögum þar sem að verður ómikið bil á milli fólks, það er eykst afbrotatíðni, það er eykst félagsleg vandamál, það er bara alls konar stór vandi sem að eykst eftir því sem að misskipting er meiri og sýnilegri, og ég heyrði ekki betur heldur en hjá Höllu, formanni VR, á meðan að þetta er svona, samkvæmt félagslegum könnunum, að þá er misskipting í heiminum öllum að aukast. En mér finnst algjörlega óboðlegt í íslensku samfélagi að 30% launafólks eigi erfitt með að ná endum saman hver mánaðamót. Og það er fullkomlega óboðlegt að fólk sem er að vinna nái ekki endum saman hver mánaðamót og nái ekki að sko kannski hafa fyrir þeim lágmarks útgjöldum sem þarf til þess að reka heimili, til þess að hafa í sig og á. Og þannig að mér finnst þetta að vera risastórt mál. Já, það finnst okkur svo sannarlega líka, og svo langar við bara að segja, því að það er svona velferðir, svolítið eins og húsnæðisöryggi, eitthvað hugtak sem er voða mikið notað, og við höfum verið svolítið að hverfa frá, sko, velferð byggir á svona samtryggingu, og við höfum svolítið verið að veikja hann á undanförnum árum. En sko við í BSRB þreytust ekki að segja velferðin, hún er sko forsenda þess, eða sko hún skapar verðmæti af því að hún býr til bara samfélag þar sem að fólk á auðveldara með að vinna, er sko óhræddara við að taka áhættu og slíkt af því það er öryggisnet, hún skapar velferð, frið og öryggi. Og við höfum viljað státa okkur að því að búa í velferðarsamfélagi, við gerum það svo sannarlega, en við erum ekki að passa nógu vel upp á það. Ekki þessi 30%, sko. Nei, sannarlega ekki. Þannig að sko við hinn getum kannski allt í lagi, og svo er fólk bara
eftir okkur í biðrunni í bankunum eða hvað sem er í vandum. Já, og það er, sko, og þú getur sagt, þú veist, það sem einkennir þann hóp til að mynda að þetta er fólk á leigumarkaði og það er þá á almennu leigumarkaði, það er ekki allir og við sjáum líka að það er fólk sem er í eigin húsnæði sem á orðin erfiðara með að standa undir húsnæðiskostnaði og þú setur það alltaf í forgang og þá ertu bara ég las það bara verður svoleiðis, það er bara að setja okkur meiri byrðar eða þá sem eru þar, það er bara þannig. En mér finnst eitt það hriktir í stóðum velferðarkerfisins. Það er ein stóð sem er gríðarlega mikilvæg og við Íslendingar höfum alltaf vilja hafa þessa stóð í lagi og það er heilbrigðiskerfið okkar. Og það eru sífellt fleiri sem að sér að kvarta yfir því að þeir áður fyrr þurftu fólk kannski að bíða einhverja viku eftir heimilislækni, tíma í heimilislækni. Núna er það kannski 1 til 2 mánuðir. Það er, ef fólk bara veit hreinlega hvað er að sér, þarf að komast til sérfræðilæknis, þá þarf það fyrst að fara til heimilislæknis. Ég hef stundum talað við vini mínu sem segja, ef ég fengi einhverja alvarlegan sjúkdóm, þá var ég bara dauður áður en ég kæmist til læknis. Það eru miklar biðraðir inn á til dæmis bráðamóttöku ef það kemur eitthvað upp þar. Auðvitað heyrum við stöðugt frá Landspítalanum, þar eru mikil vandamál. Þetta kjarnaðist nú einhverju leyti þegar Ragnari þarna sem lækni var sagt upp stöðu sinni. Við varum 30% hlutfalli, þeir eru eitthvað að reyna að spara spítalinn og segja upp þeir sem er í svona hlutastarfi til þess að koma öðrum að og þá fór mikil umræða í gangvarandi það. Einhvern veginn hvar sjúklingar eiga að vera í allir þessari umræði er kannski alveg lagt til hliðar. En mér finnst einhvern veginn, minnst þetta áhyggjuefni, við erum að eldast Íslendingar og mér finnst einhvern veginn, það vantar aðeins svona meiri umræðu þennan þátt því að við munum öll á einn eða annan hátt á æviskeiðum okkur þurfa að leita til læknis, að leita heilbrigðisþjónustu og hún þarf að vera í lagi. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli einmitt upp á velferð þjóðarinnar. Landspítalinn hefur nánast sleitulaust frá aldamótum sætt svona aðhaldsaðgerðum og náttúrulega lent í miklum niðurskurði kringum hrunið. Núna eru aðhald á sjúkrahúsi og spara 4 milljarða. Hann var að segja okkur forstjóri Landspítalans að það var fækkun 40 stöðugildi og svo er sagt en þetta er ekki framlínu, við ætlum að reyna að hlífa framlínunni en þá það sem að stoðþjónusta er stuðningur við eitthvað. Þannig að þetta þýðir að annarkvort dregur úr einhverju þjónustu sjúkrahúsins eða fólki sem er í framlínu verður undir enn meira álagi sínum störfum og það kemur fram í fjármála áætlun sem er náttúrulega gefin út árlega fyrir 5 ára. Ég meina núna enn eina ferðina er verið að tala helsta áskorun heilbrigðisþjónustunnar er mannekla og svo er gefin út fyrirskipun frá fjármálaráðherra að það er að fækka ríkisstarfsmönnum 200 og þetta er náttúrulega, við höfum aldrei upplifað svona, þetta er bara eitthvað svona furðuleg, þú veist, og þá að fækka þeim 200, hvar fækkaru þeim? Ríkisstarfsmenn eru fjölmennasti hópurinn í heilbrigðis- og menntakerfinu og þetta og það var meiri læti út af þessum lækni og ég ger ekki lítið úr því, ég heldur um þessum 40. Það er eins og það bara, já og þetta er bara stóðþjónusta, en ég meina þetta stóðþjónusta heldur náttúrulega starfsemi spítalans líka gangandi. En þetta og við erum búin að fá áfellistóm bæði ástandin á Landspítala frá Ríkisendurskoðun, það er innan við ár. Áfellistóm frá Ríkisendurskoðun sjúkratryggingar, þar sem rennur út mikið fé í heilbrigðiskerfið. Þau segja sjúkratryggingar gera ekki nógu góða þarfagreiningu, þau eru ekki nógu góði í að gera samninga og þau fylgja ekki samningunum eftir. Þannig að hluti af heilbrigðiskerfinu er í útvistun og bara svona mjög óljóst. Svo ertu með kjarnastarfsemina sem eru heilbrigðisstofnanir, spítalinn og heilsugæsla og þar eru stöðugar aðhaldskröfur. Og þetta er annar hluti af því hvernig þú grefur undan samtryggingunni. Og það sem er verið að tala um að nýta fé með skynsumum hætti, það er ekki, þarna mætti nú heldur betur einhver metnaða fullur hópur taka sig til og fara yfir hlutina hálfu ríkisstjórnarinnar. Svo er líka spurning hvort það sé nú svari kostnaði að einmitt að draga úr þessari stóðþjónustu inn á sjúkrahúsinu og íta og kynda undir útvistun sem síðan borgað hluta til af ríkinu. Nákvæmlega. Þannig að þetta er bara
maður sér ekki alveg hvernig þetta gengur upp. Það er ekkert fyrirtæki á Íslandi. Það veikja hérna opinberri þjónustu, heilbrigðisþjónustu, styrkja við einkavæðingu, þannig að þú ert þetta er algjör vítarhingur. Og það er rétt undir ykkur formerkjum að spara hérna opinbert fé. Já, og það er rétt hjá Berghildi, sko, þú veist, við erum að eldast og 65 ára pluss er dýrasti hópurinn að jafna því og tæplega, tæplega helmingur af útgjöldunum fer til, nei það er meira, nú ætla ég ekki að fara að prósentur eru fyrst og fremst leiðilegar og svo man ég þær ekki, þannig þú veist það er rosalegi peningar sem að þú veist við verðum bara dýrari með aldrinu og og búum bara svo vel að búa í samfélagi þar sem við getum fengjum ágætis aðstóð þannig að við verðum hressari með inn í ellina og þannig að ég er ekki að halda því fram, þú veist, það er flókið að reka heilbrigðiskerfi, þetta er alltaf gríðarleg áskorun, ég meina við erum og það eru aukast væntingar okkar að geta fengið svona þjónustu og hinsegin þjónustu, það eru allskins dýr lyf að koma á markað sem eru stórkostleg. Þannig að þetta, ég ætla ekki að segja þau sem að stjórna þessu kerfi séu öfundsverð, en mér finnst þetta er bara svolítið þessum á húsnæðismarkaðin, við höfum ekki tekið þetta nógu alvarlega og okkur fannst líka bara, við vorum ekki heldur að horfa á samtrygginguna, hvernig tryggjum við samtrygginguna inn í kerfinu, þannig að við séum að tryggja jafnt aðgengi að þjónustunni, að við séum að það sé ekki bara ákveðnir hópar eins og ákveðnir læknar, það hefur verið sýnt fram að það voru hér óeðlilega margar hnjáskipta aðgerðir og einhverjar aðgerðir, það má vel vera að Íslendingar séu með lélegri hné en aðrir, en það var engin að fylgjast í raun með þessu, er þörf á hvað er, þannig að þetta er, þannig að mér finnst ég kannski vera smá vondu stjórnmálamenn, en ég ætla að segja já, þetta er ekki einfalt verkefni, en við verðum þó að taka það alvarlega og mér finnst við ekki hafa tekið það nógu alvarlega. Mér er ekki að segja það, ég held að það sé ekkert fyrirtæki í Íslandi, eða fyrirbæri, sem er með eins mikla framleið á Landspítalinn. Tekur við veiku fólki allskis og kemur megin hlutunum aftur út til starfa. Þetta er alveg ótrúlega mikils verið. En það er líka alveg rétt sem að þær segja, ég meina þetta heilbrigðiskerfi og þjónusta við eldri borgara og fólk sem þessi þjónusta mun bara þyngjast. Já, hún er bara á hraðri leið með að þyngjast og verkefni vera flóknari og það er meira fólk til þess að sinna þessum stígvaxandi hópi. En maður er að vonast til þess að gervigreindin getur nú með einhverjum hætti komið þannig inn og mögulega geti verið hægt að þróa þannig að einhverju leyti í greiningar, í að halda utan lyf og þess áttar. Það geti jafnvel létt af álagi inn á heilbrigðisstofnunum. Þetta hlýtur að vera allt eitthvað sem er verið að skoða vel á þessum stofnunum. Að vera einhver hluti af lausninni, ekki vera lausnin. Nei, en hluti af lausninni. En ég verð að segja, svo sem að skilu til dæmis eins og Landspítalann, ef að eru margir í hlutastarfi, hjá svona ristóru stofnun, þá er það þannig þegar vantar fólk, ef ég er að skilja þetta rétt, ég þekki nú nokkra sem er að vinna á Landspítalanum, ef að fólk, þú ert í kannski 50% starfi og þú tekur vinnu umfram þetta hlutfall þitt, þá ertu komið með yfirvinnu strax, þannig að það sem að maður velti fyrir sér, hvað stjórnendur spítalan séu núna því að það er þessi aðhaldskrafa, að reyna að fá fleiri í hærra starfshlutfall til þess að þurfi ekki að greiða þá endalausa yfirvinnu, vegna þess að ég veit, maður heyrir að fólk er að taka aukavinnu, eina aukavakt og það er kannski hjúkrunarfræðinga, kannski fá 80 skall fyrir 100 skall fyrir eina aukavakt sem er kannski frá nú móka ég einhverju en ég veit þetta, frá eina aukavakt frá kannski 4 til 12. Þetta er alveg miklar fjárhæðir og ef að það eru þessar aðhaldskröfur þarna þá skilja það vel að það sé verið að reyna að fylla upp í öll svona göt, gera reksturinn arðbærari bara eins og hjá öðrum fyrirtækjum. En það er það er náttúrulega mikið, sjúkrahliðar eru stór stétt innan BSRB, líka mjög fullorðin stétt. Þær eru mikið í hlutastörfum en ansi svona háu hlutfalli. Það er ekkert sem sýnir í okkar greiningum að þær sé að vinna einhverja yfirvinnu, þú veist að þær sé í raun í, þú veist þetta er svolítið líka gömul mýta og það var hluti af styttingu vinnuvikunar þegar það var verið að stytta vinnuvikun í vaktavinnu
af því að það var bara mjög erfitt, það erfitt í framkvæmd. Já. Og það líka sko vaktavinna mjög erfið og lýjandi og fólk, veist, það ekkert svona eftirspurn hjá stórum hópum í að vinnana, að þá var verið að reyna að fá fólk í hærra starfshlutfall. Það gekk bara ágætlega eftir, en svo sko, ég meina, læknarnir eru náttúrulega, sumir eru í fullu starfi hjá Landspítalanum og helga sér starfi þar, en þar eru líka mjög margir sem eru ekkert að vinna yfirvinnina sjúkrahússins, þeir eru bara með sinn eigin rekstur síðan út í bæ. Það væri áhugavert að fá einhverja greiningu þetta. Mér finnst það skipta máli, sko. Við skoðum, sko, hvernig þessi hagað. En svo hefur líka verið, sko, ég meina, þú veist, skortur á læknum og hjúkrunarfræðingum, spítalinn það kemur nú fram í þessari skýrslu Ríkisendurskoðunar, sjúkrahúsinu hefur tekist ágætlega að svona vinna á þeim vanda þó að það vanti töluvert upp á. Það gríðarlegur skortur á sjúkraliðum, þú veist, þú veist, þannig að þau eru, þetta svona frá degi til dags stórkostlega, eitt að manna vaktirnar og síðan að geta fundið pláss fyrir sjúklingarna sem að koma inn í gegnum bráðamóttökuna. Og þetta náttúrulega mjög slæmt að það fari svona mikil orka í þetta, af því að orkan þarf auðvitað að fara í það hjúkra fólki og lækna það. Það var mjög áhugavert að til dæmis svo hefur maður heyrt að náttúrulega nú eru fleiri einkareknarstofur og ég tók eftir í einni umfjöllun sem ég var með að þá var einkarekin stofa auglýst eftir hjúkrunarfræðingum og forráðamenn þar sögðu mér að hjúkrunarfræðingar þeir sækjast mjög hart í vinnu þangað og það út af því að launin eru hærri. Og þá var það líka... Og ekki vaktaálag vantar. Já, og ekki kannski... Og þá spurning, sko, ef á sama tíma vantar hjúkrunarfræðingar Landspítalan. Þetta náttúrulega mjög slæm þróun ef við ætlum að reyna að halda þessu sameignar-formi á heilbrigðisþjónustunni eins og verið hefur. Svo er það flugfreyja á Play líka. Herri, ég verði aðeins förum aðeins yfir í pólitíkina. Þetta var nú heldur betur pólitík. Það sé ekki breytt umræðinni. Heyrðu, sko við lokuðum heimshagkerfunum út af heilbrigðiskerfunum. Munum það. Án heilbrigðiskerfis ertu bara ekki með samfélag. Vafki mælist loksis eða ekki með... Takk fyrir það. Takk, já. Þetta voru mjög góð tíðindi. Við vorum glöð að sjá þessar tölur og svo mælingar. Þetta fyrsta skipti í 2 ár sem að Vafki mælist inn á þingi og við erum samkvæmt þessu og erum við með 3 þingmenn, kjördæma meira segja. Þannig að þetta er bara virkilega góð tíðindi og þetta var virkilega góð helgi sem byrjaði náttúrulega með alþjóðlegum baráttudegi verkalýðsins og virkilega góð mæting í kröfugöngu hér í Reykjavík og á Akureyri og víðar. Og mér fannst líka bara góðar svona áherslur frá verkalýðshreyfingunni inn í ekki bara næstu vikur í pólitíkinni, heldur líka bara almennt. Áðurinn ég fer að tala um Vafki, ætla ég bara aðeins að koma að, sko. Mér fannst nefnilega það svona svo dapurlegt að sjá framkvæmdastjóra viðskiptaráðs tala með þeim hætti í þætti Morgunblaðsins að þetta væri tímaskekkja og það væri nú tímaskekkja fólk væri að ganga og krefjast bættra réttinda og hærri launa og kjara. Og mér finnst þetta bara endurspegla, ég veit ekki hvort ég sáu þetta, sko, en mér fannst þetta bara endurspegla, sko hærið hversu slæmum staða þegar að fara að tala með þessum hætti. Auðvitað eru þetta ekki kjörnir fulltrúar og svo framvegis, en þetta eru samt ákveðnir viðskiptaráðið náttúrulega skiptir miklu máli fyrir hægriflokkana og fyrir ákveðna umræði í landinu og mér finnst þetta bara ótrúlega dapurlegt að sjá þetta útspil framkvæmdastjórans og bara vil koma því fram. En að hann var að reyna að klóra yfir þetta í hádegisfréttum. Já. Hann var að tala þeir hlóru aðeins. Nei, hann er náttúrulega að tala að draga úr fjárhagslegum grundvelli hreyfingarinnar. En sko, ég ætla bara að segja, og svo að Vafki síðan komist að, þetta er bara liður í þeim vilja sko svona öfgahægri afla í niðurbroti réttinda.
bara algjörlega sammála þessu. Og mér finnst þetta bara einn svæsnasta birtingamind þess. Hann í raun og veru benti á að þar sem að verkalýðshreyfingi væri búin að ná flestum markmiðum sínum, þá velti hann því fyrir sig hvort það væri þörf á henni. Ég hlustaði nú á hann og Höllu Gunnarsdóttur í morgun og ég heyrði ekki betur en að hann var eitthvað komin á þá skoðum frekar að fólk ætti að geta valið hvort að borga í verkalýðsfélag eða ekki, eða hvaða verkalýðsfélag. Þannig að hafa nú aðeins virtist eins og væri búið að breytast svolítið áherslur hans í þessu allavega svona eftir sin leið og samtalið. Og í anda mála sem að ýmsir sjálfstæðismenn hafa lagt fram í gegnum tíðina. Ég ætla að segja talandi stöðuna, þá erum við náttúrulega núna í mikilli baráttu við stjórnvöld út af skerðingu á atvinnuleysistraygingum, án samráðs við hreyfinguna, út af afnámi áminningaskyldu, sem sagt að draga úr ráðningarvernd opinberra starfsmanna án samráðs við verkalýðshreyfinguna. Þannig að við sjáum að það áunnin réttindi, það mikill vilji til þess að taka þau og það á þess að tala við okkur. Þannig að þetta þessi ummæli eru náttúrulega bara dæmis að sjá. Svo deiltum á almennum markaði, þar sé ekki sé þessi áminningaskylda og þetta geti gert það að verkum að það festist inn í fólk bara sem kannski ekki nógu góðu starfskraftar, það sé hreinlega bara ekkert að hreyfa við þeim. Þannig að það er líka verið að en það er svolítið kúnstuð þegar stjórnvöld koma fram með afnám áminningaskyldunar. Síðan stuttur seinna komaði síðan fram með og bæði styttingu atvinnuleysisbóta tímabilsins í báða enda, bæði bæði varandi réttindi þín og svo líka hversu lengi getur verið á atvinnuleysisbótum og síðan skömmu síðar þá koma einmitt þessar áætlanir fram í fjármálaáætlun það að eiga að segja upp 1% af opinberum starfsmönnum. Auðvitað er þetta undirbúningur af því með afnám áminningaskyldunar. Auðvitað er þetta undirbúningur af því. En þið sjáu sama hvað fólki finnst áminningaskyldu eða atvinnuleysistryggingar. Þú veist, þetta eru réttindi sem fólk hefur áunnið sér með baráttu og fengið í gegnum lög eða samkomulög. Ef þú ætlar að gera breyting á þessum réttindum, þá gerir það ekki einhliða. Þá gerir það eftir að hafa farið í ákveðna vinnu með verkalýðshreyfingunni. En mér langar líka bara aðeins að tengja þetta við pólitíkin eins og þú varst að gera, Sigríður Ingibjörg. Það var líka varandi þennan undangröft á réttindum vinnandi fólks. Já. Það er búið að vera talandi niður á hálfu Miðflokksins og þingmanna Miðflokksins inn á þingi opinbera starfsmenn. Gera lítið úr opinberu starfsmennum og viðskiptaráði. Og það er verið að grafa undan réttindum þeirra með þessu tali og þessu orðfæri og líka og kjörina fulltrúa. Þannig að það er stöðugt verið að grafa undan opinberu starfsmönnum, það er látið líta eins og þetta séu ónýtjungar sem að séu á spena ríkisins, sem að vinna ekki vinnuna sína og svo framvegis. Og þetta er fólki sem er að halda þessu samfélagi uppi, sem er algjörlega grundvallar starfsfólk þegar kemur að menntakerfinu, velferðarkerfinu og heilbrigðiskerfinu. Þannig að þú veist, mér blöskra bara líka þessi undangröftur sem markvissa árás gegn opinberu starfsfólki, svo líka varandi réttindi launafólks. Ég meina, það er líka úr sama ranni, þessum hægri ranni sem við getum talað Það er einmitt verið að tala heimgreiðslur til foreldra, til að vera heima. Þetta er málflutningur frá sjálfstæðismönnum og Miðflokki og það er sérstaklega verið að halda því á lofti núna fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar. Þannig að í staðinn fyrir að tala fyrir auknum réttindum foreldra til þess að vera lengur í fæðingarorlofi eða til þess að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskólavistar, þá er verið að tala það að borga fólki lesist konum til þess að vera heima og borga þeim fyrir að vera heima. Þannig það festist nú örugglega við það að hugsa börnin, fari ekki út á vinnumarkaðinn og við skulum borga þeim bara til þess að vera heima. Þetta er algjörlega absúrt orðræða og þessi málflutningur, hann er vanvirða við jafnrétti kynjanna, hann er vanvirða við opinbera starfsmenn og ég meina maður skilur ekkert á hvaða öld þessi menn lifa á. Í alveg tala, Maður hefur einmitt heyrt varandi þessa umræðu opinbera starfsmenn, þá finnst mér sem fjölmiðlamanneskja, þá finnst mér oftar en ekki talað einhvers konar millistjórnendur og hvar þessir millistjórnendur eru, þá veit ég ekki alveg. En svo er talað það á sama tíma og þetta að þá er talað svo ég tali aftur gervigreindina, að hún muni leysa stóran hluta til dæmis opinbera starfa á Hólmi. Sá ég ekki vikunni, voru ekki alltaf 7.000 störf í bara samfélaginu heldina, ef ég man það rétt, að
sem gervigreindin muni leysa af hólmi, væntanlega einhver sparnaður þar og þar var jafnframt talað að það einhvers konar millistjórnendur sem að muni geta og einmikið þeir sem eru millistjórnendur því þeir eiga að vera einhvers konar fita eða eitthvað svoleiðis. En eins og Landspítalanum sem stærsti vinnustaður landsins, þá millistjórnandi kannski með 200 manns sem hann að stjórna og eins og ég var að fara yfir stór hluti tímas fer í það að manna bara vaktirnar, þú veist, þannig að það ekki eins og þú veist, þetta verður oft svona einhver hugmynd að þetta sé einhver svona grá stofnun, það sem situr fullt á fólki og sé ekkert að gera, en þú veist, ég hugsa svona einkennandi stéttir innan BSRB, opinbera starfsmenn, starfa á leikskólum og í grunnskólum, í allra handa umönnun og stuðningi við börn, slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn, lögreglumenn, tollverðir og sjúkraliðar. Þetta fólk bara rosalega busy, undir rosalega álagi, hlaupandi, þetta og þessi umræða verður svo, og með þær skyldur og þau verða að vinna yfirvinnu ef til þess ætlast. Þau eru, sumar af þessum stéttum hafa ekki verkfallsrétt, en það ekki horft á skildurnar eða eitthvað kafað hon í það hvort að þetta sé eitthvað öðruvísi. Auðvitað eru opinber störf allra handa, en ég meina flestir opinbera starfsmenn eru í beinni þjónustu við borgarana og bara á fullu, Já, líka svona viðkvæmri þjónustu, mannlegri þjónustu. Mjög viðkvæmri þjónustu. Þannig að það líka eitthvað sem gervigreindin mun ekki geta leyst af hólmi, þó vissulega muni geta lett til með ákveðnin hlut starfana. Og eins og mér fannst áhugavert þú kemur inn á eins og í heilbrigðisvísindum, þú veist, þú með fólk með fjölþætta sjúkdóma, þú veist, og það oft vesen, þú veist, að ég hugsa að það verði ýmislegt í svona greiningum, samhæfingu, en ég reyndar veit ekkert gervigreind, þannig ég ætla ekki að það eru svo miklu möguleikar þarna að þeir eru óendanlegir, þeir eru svo miklir að við vitum ekki einu sinni hvað svo miklir þeir eru. Það verður bara að gera bylting á samfélaginu, þetta heldur fram sem horfir. En mér finnst þessi orðræða hægrisins algjörlega óboðleg en það líka það sem að Brynjúlfur var þetta að segja. Frækundastörfi viðskiptaráðs. Jú, en líka náttúrulega eins og ég var að rekja þetta náðan, það líka náttúrulega þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins sem hafa tekið akkurat undir þetta. En þetta eitthvað sem að þarf að sporna við og við sjáum það líka að það náttúrulega eins og í pólitíkinni, það náttúrulega að færast lengra kannski. Ég meina, hægrið alltaf elda hvort annað og að gera það með markvissum hætti núna fyrir þessar kosningar sérstaklega og maður sér það og það líka verið að tala það núna fyrir sveitarstjórnarkosningar og borgarstjórnarkosningar að það sker allt niður. Það baráttumál Sjálfstæðisflokksins, jafnvel Viðreisnar og Miðflokksins, það sker allt niður, skera fituna af. Akkurat, millistjórnendurnir. Já, en maður aldrei útskipt hvað það og það einmitt þessi hræðilegu millistjórnendur sem eru algjörlega hryllilegir, sem eru uppspretta Nýtt verkalýðsfélag. Hvað heitir þetta frambóðið góðan daginn Reykjavík? Þarna bara fáum við þetta algjörlega kristallisera, þú veist, að það bara rekstur, þetta eitthvað svona, og þá segir bara, vá hvað, ég vil bara stjórnmálamenn sem að ætla að drífa pólitík, svo bara fullt af fólki sem að kann rekstur og vinnur hjá sveitarfélögunum, en verður með einhverja pólitískar áherslur sem bræðir af en það voða mikið umferðarmáli núna og samgöngumáli og ég ger ekki lítið úr því og aðeins hristu upp í því með húsnæðis áherslunum vegna þess að akkurat í borgarstjórnarkosningunum allavega þá snýst þetta mjög mikið bílastæði og umferð og ég vil nú segja það að mér finnst líka svolítið skrítið að ætla sér að endurskoða samgöngusáttmálann sem þýðir bara ennþá meiri tafir á öllu. En ég meina, ekki alveg endurskoðunar ákvæði í þessum samgöngusáttmála og má ekki, það eru breytingar Jú, en það er stanslausa breytingar. Það er nýbúið að endurskoða. En væntanlega hlýtur að vera hægt að svona einstök verkefni færa þau til eða frá. Þetta getur alltaf verið eins og biblían bara Nei, það getur ekki verið. Ég hef heldur ekki fengið að heyra frá sjálfstæðismönnum af hverju eigi að endurskoða sáttmálann. Af því að ef þá er takan upp og rífan upp að þýðir það átamennsteyru, þá þurfum að bíða aðeins með framkvæmdir. Og þannig að þá skulum bara ennþá vera föst í bílunum okkar, lengur, í staðin fyrir að halda áfram þetta er svo mörg verkefni þarna innan borð, þannig að það hlýtur að vera hægt eitthvað
að koma sér saman hvað mikilvægast núna. Það til dæmis að verða einhverja nýjar umferðarteppur og einhverja nýjum stöðum, akkur ekki hægt að hafa þetta svolítið lifandi plagg. Mér finnst það bara eðlilegt. En sko ég ætla að segja, það náttúrulega ekki óeðlilegt að séu umferðarteppur því að sko bílum á 17 ára og eldri, ef við tökum það sem á bílprófsaldri, hefur fjölgað gríðarlega á svona síðustu 10 árum, miklu meir, þú veist, ef þú tekur bara per mann og okkur hefur fjölgað og þá fjölgar bílum, en þeim hefur fjölgað langt umfram það og við getum, þú veist, það hlýtur að vera rót vandans, eða þú þarft eitthvað að greina það, akkur er fólk svona mikið á, akkur er þetta að fjölga bílum sko umfram það sem við vorum með fyrir 10 árum. Ég líka velti líka fyrir mér. En náttúrulega hluta þenslunni. Já, en akkurat þess að mótvægisaðgerðir raun og veru við verðbólgunu og vextum sem að voru kynntar af hálfu ríkisstjórnarinnar, voru almennar aðgerðir fyrir bíleigendur. Að lækka bensínið fyrir bíleigendur. Og mér fannst þetta mjög sérkennilegt vegna þess að ég hefði haldið að væri frekar þá sértækari aðgerðir fyrir viðkvæmustu hópana sem myndu þá eru að líða fyrir þessa háu verðbólgu og vexti og svo líka velti ég líka fyrir mér hvenær það eigi raun og vera að koma inn með útspil varðandi atvinnuleysið. Varðandi hlutvall atvinnuleysa. Að því við höfum alveg gegnum tíðina því það er ákveðin svæði á landinu, til dæmis á Suðurnesjum, þar sem atvinnuleysistigi er hátt. En við höfum alveg haft sértækar aðgerðir til þess að uppræta, komið fram með alls konar styrki þangað inn til þess að draga úr atvinnuleysi. Ég hef ekki séð neitt af þessu núna í tíð ríkisstjórnarinnar og ég sakna þess að sjá ekki sértækari aðgerðir fyrir viðkomustu hópana. Mér fannst samt þetta þokkalega aðgerð að lækka virðisaukaskatt núna á eldsneyti. En á sama tíma er engin hvattur til þess að minnka og draga úr því að keyra og draga úr. Það er verið að gera alls þar í Evrópu sko. Það er verið að segja við fólk, á meðan þetta hörmulega stríð í gangi þá eru olíuverð í hæstu hæðum, við skulum draga úr neyslu á olíu og bara nota almenningssamgöngunar og eitthvað, enginn að tala um það. Einmitt, en það er nú bara svo hér á Íslandi. Málflutningur FIB er mjög. Við erum mikil bílaþjóð, en ég vil nú að segja það, svo er ég alltaf jafn undrandi, ég hjóla mestan hluta ársins, bý í Kópavogi og hjóla til vinnu og fer allra minna ferða ef ég get. Og hér á hjóli, mjög glæsilegt á fáknum. Já, takk fyrir og ég er alltaf jafn undrandi hvað eru fáir hjóli. Ég líka. Vitið það að það er svo auðvelt, sko það eru auðvitað nokkur hundleiðilegir óveðustagar en svona þeir eru kannski svona 5 í alvörunni, þeir eru ekki fleiri. Stundum er ógeðslega kalt og eitt annað sem ég hef áhyggjur af þegar ég er að hjóla, það er oft rosaleg mengun á höfuðborgarsvæðinu að því að við erum að nota bílinn svo mikið svona þegar mikil stilla. En ég vil bara sjá fleira hjól. Þannig að meðan að sko það eru komin alls konar góð hjól, rafmagnshjól. Já, meðan að sko allir eru bandbrjálaðir fastir í bílunum sínum í umferðarteppu og nótabenni langoftast einir í bíl. Þá bara svífur Berglind Erla bara á sínum reiðfák bara algjörlega. Mér finnst þetta kemst í allar áttir svona korteri. Mér finnst það alveg geggjað. Þetta er svo gott. Þannig að ég er strætókona, mér er strætó að nota strætó, en þá kemur líka sko ég þarf ekki að vera mætt á slæginu 8 til þess að byrja vaktina, þannig að það skiptir mig ekki máli þó að strætó sé aðeins seinna. Ég er komin á þann aldur og ég er ekki að skutla börnum á leikskóla, þannig að ég þarf ekki að, en þá hugsa ég, ok, kettlingar eins og ég, þær geta tekið strætó og kallar, að því að við getum bara haft þetta eins og við viljum, komið okkur sæmilega á réttum tími vinnuna og þetta er bara einfalt og þægilegt og þá getur barnafólkið og þau sem að þurfa nauðsynlega á bíl að halda fengi greiðari leið. Ég segi bara, þannig að ég skil vel að strætó sé ekki, sko, ég hefði ekki reitt hann með, ég gæti ekki reitt með á hann þegar ég var með öll mín börn, það hefði bara verið svo hræðilega erfitt og vonlaust, en í dag er þetta fullkomið ferðamáti miðað við mínar aðstæður í dag og ég held að það sé fyrir miklu fleiri. Getur þú jafnvel unnið strætó eða verið einhverja tafir? Já, sko, ég hef nú ekki mikið gert það. Stundum hef ég heitt Sönnu í strætó, það er frábært þá. En finnst ykkur ekki, hún er strætó heldur betur. En ég oft tala svo illa almenningssamgöngur og núna sérstaklega það er einhverju flokkar sem er að enga borgarlínu og eitthvað svoleiðis og þetta er allt svo
ómögulegt hvort og við viljum hvort öll verið í bíl og svona. Mér finnst að við þurfum sko einhvern veginn að hefja almenningssamgöngur aðeins upp. Þurfum að tala betur það. Hvað, ég veit ekki. Mér finnst líka sterkara almenningssamgöngur eru náttúrulega líka bara kjaramál og stéttamál að við höfum góðan aðgang af almenningssamgöngum. Það er bara orðið sjálft, segir bara, þetta er fyrir okkur öll. Þetta er fyrir okkur öll. Og það er arðsemiskraf á stræt og ég segi bara, það er ekki að vera á gróða fyrirtæki. Sko. Þetta er velferðamál. Þetta er bara velferðamál. Sjáum það bara þegar heimsækjum borgir þar sem eru góðar almenningssamgöngur, maður myndi ekki hugsa sér að vera á bíl. Nei. Maður tekur alltaf almenningssamgöngur fram yfir eitthvað slíkt og eitthvað lega sér bíl Þannig þetta er bara líka forgangsmál finnst mér vera í þessu, þú veist að það eru auðvitað sko hverfi í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu þar sem alls ekki greiðar, þú átt ekki greitt aðgengi að almenningssamgöngum og bara svo að það komi fram að ég er meðvituð það að þú veist og þú þarft að gera þær aðgengilegar fyrir sem flesta íbúa og að það séu tíðar ferðir. Og ég meina, mér finnst þetta að vera forgangsmál í samgöngum en ég er ekki frambúðið fyrir neittflokk. Þannig að ég get bara haft þessa persónulegu skoðun. En svo skil ég meina, ég á líka einkabíl og ég myndi ekki vilja búa á Íslandi á þess að eiga minn bíl. En mér finnst að ég er náttúrulega bara nýtt þeirra stöðu að þurfi ekki að nota hann daglega til vinnu. En svo líka áhugavert, það var líka könnun hér sem var birt fyrir kannski viku síðan sem að sýndi ánægju og óánægju íbúa hér í Reykjavík með sínar samgöngur. Og það kom bara ljós að það eru 64% grafarvogs búa sem bara þokkalega ánægð með sínar samgöngur, hvernig komast fram og tilbaka í vinnuna og svo framvegis. Þannig kannski er líka eins og þú ert að tala sko þessi háværi hópur sem alltaf að tala allt niður hér í borginni. Tala almenningssamgöngunar niður. Tala almenningssamgöngunar og allt þetta niður og bílastæði eða húsnæðismálin eða hvað það og meðan Reykjavík er bara nokkuð flott og frábær borg sko. Já, en ég og það margt mjög gott við Reykjavík. En ég vil samt að segja sko það er svo mikill munur á milli hverfa. Þegar ég bjó í Grafarholti. Ef þú ert að fara eins og svo líka þegar þú ert að fara úr borginni inn í Kópavog, Garðabæ, Hafnarfjörð. Algjörlega saman því, já. Rosalegum munur. Það er mikill umferðarþungi þar. Já, og þess vegna þarf náttúrulega borgarlínan að komast af stað. Til þess að hún geti tekið þungan af þessari umferð svo að þetta sé allir græði á þessu að báða búa. Núna, ég held að séum meðal, hvað er aftur? Hver borgarbúi sem er á bíl, hann eyðir 4 sólarhringum í bíl sínum á ári. Er ekki, þú veist, bara að bíða sko. Í einhvers konar bíð. Já, en þannig að það er greinlegt að það þarf eitthvað að laga sko. Þetta er hræðilega streituvaldandi, gremjuaukandi. Hérna einhvern verkfræðing hjá mér, þeir eru á bylgjunni. Sigurður Ingiberg vildi bara tala húsnæðismál, svo voru ég að tala bíla. Þetta er bara ristamál. Með bílana, þú ert fyrir utan húsi heima þér. Það hartu með bílastæði fyrir bíliðin svo ferðu út á götuna og það er bílinn og hann tekur mjög mikið pláss og svo stoppar fyrir þetta vinnuna og það er líka bílastæði fyrir bílinn og svo ferðu inn að vinna og svo allar í búðin á leiðinni heim og þá tekur þau sama á gatnakerfinu mikið pláss stoppar á bílastæði fyrir þetta búðina og fer svo heim og þar er bílastæðið ennþá þannig að það sem að einn svona bíl helga sér sko. Þetta er alveg ótrúlega mikil. Hann var með tölur ég maður það ekki en mér fannst þetta bara svo gott hvernig hann sagði það að við erum að taka alveg mjög mikið pláss fyrir bílun okkar. En svo er samt verið að segja einhverju flokkar eru að tala það að bílastæðum sé að fækka í miðborginni. Það náttúrulega hefur sko í sumum af þessum stóru fjölbýlishúsum þá eru hreinlega ekki gert ráð fyrir nægum bílastæðum og það er mjög einkennileg uppbyggingastefna að minnst finnst sumum það af því að við erum bílaþjóð það er alveg ljóst að við þurfum flest heimili þurfa bíl. En þannig kannski líka verið að byggja út frá áætlunum borgarlínu. Þú veist, að borgarlínu eigi að skapa og má taka þungan af því. En það er nú líka það. Við erum konar 20 mínútur stöfur, fram yfir tíman. Það verðum bara rétt að byrja. Rétt að byrja hérna. Það er besti saumaklúbbur sem ég verið í. Og við höfum eftir að tala alls konar. Alls konar. Og við bara búum ykkur næsta, aftur fljótt. Já, Rósa, Berghildur,
og Sigríður Ingibjörg. Takk fyrir komin á. Takk sem leiðis. Takk hérlega. Og ykkur fyrir að vera með þessu, en hér á eftir er það forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta, heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það er engin vandi, sko. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is